Komið sæl og verið velkomin með okkur í Suðurnesja Magasín. Við heilsum ykkur frá Grindavík, en ekki hvar. Það náttúruvá á Reykjanesskaga, gos í Geldingadölum. Og við kíktum þangað og fjöllum meira gos í þættinum. Við skoðum gosið í Geldingadölum fyrsta morguninn með einum af fyrstu gestónum. Víkufréttamenn fóru í dalina og skoðuðu gosið og við ræddum við Grindvíkinga. Loks fórum við á fyrirlestur með jarðvísindamanninum og þingmanninum Ara Trausta Guðmundsinni sem fræddi okkur jarðvána og fleira tengt eldgosinu. En við byrjum þáttinn með Keflvíkingnum Guðjóni Vilhelm, oft tengdur við humarsöluna. Hann var líklega með fyrstu mönnum að gosuna á laugardagsmorguninn en við á Víkufréttum voru líka fyrstir að birta frétt og mynd gosið á Víkufréttavefnum á föstudagskvöldið. Þetta er myndin. Hérna heyrir maður bara það víbrar allt hérna undir mér. Ég ætla hverja, það er bara bassahljóðina honi. Finn bara bassabylgjuna ganga hérna yfir. Maður er svona hálf lítill í sér þegar maður, ég held ég komin aðeins svo langt upp núna. Ég læt mig hverfa núna, þetta er gott. Já, hvernig er að komast í návíi við gosið? Getur þú lýst þessu svona, hvernig þetta er? Já, þetta er náttúrulega komir óvart. Fyrsta lagi hitinn frá hrauninu eðlilega, en hérna maður kemst ekkert nema kannski svona max 2 metra að því, 1,5–2 metra. En ég tók ákvörðin að labba hann upp á fjallið og reyna að komast eins nála gígnum og hægt er til þess að upplifa það og það var magnað. Þar fann ég í fyrsta skipti svona, ég var bara næstu hræddur sko. Það var hérna bæði titringun undir löppunum og svo svona bylgjur, það voru svona einhverja höggbylgjur sem að komu og meldum hann sko. Þannig að það var, og háa er náttúrulega eðlilega frá gígnum, en bylgjunar, ég hef aldrei getið ímyndað mér að það geti komið svona einhverja höggbylgjur frá sig. Þannig að það var magnað. Alveg gríðarlegir kraftar og þrátt fyrir að þetta ekki að vera öflugt gos, og þá held ég að þetta sé bara, þú veist, allavega annað þetta eru kraftar sem þetta kom mér á orð, hvað þetta eru gríðarlegir kraftar og hvað maður hvað þetta er bara skemmtilegt að sjá þetta og upplifa þetta. Ég hvet bara fólk til að taka töltið að nýttir og skoða þetta sko. Það er svolítið talað lyktina af gosi, hvernig upplifir lyktina af þessu? Lyktin er bara eins og gamla skuldina sko. Það er bara líka brennu sína og þetta er bara eins og að vera á gamla skuldina. Það bara kviknaði í sinunni fyrir aftan mig. Hraunið flæðir hérna fram. Gígur að myndast hérna. Geggjaður gígur. Sullast hérna upp úr. Hann er bara komin að sinunni. Þess hiti maður. Góður hiti hérna. Heyrið í hrauninu renna fram. Stjöfull heitt, ég kemst alltaf nær maður. Ég kom bara alveg ný hraun í aðrinn. Mér langar nú að taka með mér eitt stein heim, en þetta er fyrir. Vá. Það er bara að byrja að brenna, það er að byrja að sjór hittni framan. Það er svona meter í þetta hérna með nú. Áhugi Íslendinga og útlendinga á þessu gosi er gríðar mikill og daglega hafa mörg hundruð manns sótt gosið heim í brekkuna í Geldingadölum. Flestir gangandi en margir á öðrum farartækjum. Meðal annars margir í 50.000 króna flugferðum á mann með þyrlum að gosinu. Sigurður Óli Hilmarsson hjá fyrirtækinu Fjórhjóla ævintýrum í Grindavík renndi með víkufréttamenn í svokölluðum buggybíl og við ókum eftir Suðurstrandarveginum þar sem sjá mátti 100 bíla í kantinum og fólk á ferðinni, ýmist frá eða að gosi. Við fórum ekki eftir stikuðu gönguleiðinni heldur í gegnum Merardali og jú, það var magnað. Já, það er magnað að vera komin hingað í Geldingadæli, hreint ótrúleg sjón. Eftir 5 daga er ekkert lát á gosinu og nú er komin hérna, hreinlega eldborg, margra tuga metra há. Það Sigurður, hvernig þú varst hérna fljótlega eftir að gosið hófst, það er mikill munur að sjá núna 5 dögum síðar? Já, ég kom hérna í birtuskýlunum á sunnudagskvöld og þá var þetta 20 metra lægra og fossinn rann hérna niður hlíðina og þá glóði allt gilið hérna.
og mér sýnir svona hægt og bítandi þetta vera að fyllast upp og þetta fer að renna hérna yfir í Meradalina en þetta er stórkostleg sjón og upplifun sem að fólk á að fara varlega í kringum en þetta er eitthvað til að skoða og fara sér bara varlega. Og þú sem Grindvíkingur, er þetta eitthvað sem þú varst að bíða eftir? Já og nei, það voru búin að vera miklar hræringar og við fundum vel fyrir skjálftunum hann í 3 vikur en svo vorum við eiginlega komin í dvala og þetta kom eiginlega bara öllum og óvart. Við vorum svona, fundum ekki að vera skjálftan ef við verið yfir 4 og allir orðin bara svona tiltölulega chill yfir þessu sko. En það gat alltaf farið upp. Hvar það færi upp, það gat verið hérna í nátthaganum eða hérna, það vissi enginn. En mér fannst þetta koma svona bara hreinlega aftan að öllum. En samt ákveðin fegileiki svona allavega hjá Grindvíkingu sem hafa náttúrulega fundið langt mest fyrir svona skjálftum að undanförnu? Jú, þetta er öryggi, þetta er á góðu stað fyrir okkur og skjálftarnir eru hættir, allavega í bili. En sagan, hún getur líka sagt okkur það að þetta getur staðið lengi yfir. Það eru búin að vera gos hérna vestan við okkur sem að stóðu í 1219, 20 til 27. Þannig að sagan er alveg til hérna að gos standi lengi yfir. Og þetta getur verið hrina núna ykkur ára eða mánaða. Jarðfræðingarnir, þetta er erfitt en hérna þetta getur líka verið búið á morgun. Þannig að, já. Og þú hérna með 4 hjóla fyrirtæki, hvað er þetta veisla fyrir ykkur og hvað, ef þú horfir svona fram á veginn líka, fyrir ferðaþjónustuna á Suðurnesjum og Íslandi? Jú, klárlega er þetta það. Það er náttúrulega ferðaþjónustan, þetta hvetur, þetta er í rauninni eins og eftir hrunið sko, þegar Fimmvörðuhálsinn og Eyjafjallajökullinn og annað, þetta auglýsir okkur en við vitum alltaf ekki hvað það varir lengi, en það verður áhuga að sjá þetta. En allt svona þarf að fara varlega í og jú, það er mikið af fólki á ferðinni og veitingahúsin og allir njóta góðs af en það er mikill æsingur í fólki og ég held að við þurfum að róa okkur niður og skoða aðstæður og vinna bara út úr þessu en þetta er spennandi. Og hafið þið verið að flytja fólk hérna eða hefur svona verið eitthvað takmörkun á svona ferðahögum, getur við sagt hingað? Já, ferðatilhaganir hefur verið náttúrulega bara, menn eru bara að ná tökum á þessu og vindátt og leiðum hérna upp og það er búið að stíga gönguleið sem er mjög gott en við verðum bara að taka framhaldinu rólega og sjá hverju framvindur. Og þú varst eitthvað að ræða við okkur að þið hefðu jafnvel möguleika á að koma hérna með fólk sem að jafnvel væri fótafúið eða jafnvel fólk fallaðir? Já, við tókum reynda snemma ákvörðun að við færum ekki skipulagðar ferðir á fjórhjólum því að hér er mikil umferð og yfirleitt er þetta óvant fólk sem er að keyra þannig að við tókum þá ákvörðun en við gætum náttúrulega, það er búið að hafa mikið samband að fötluðu fólki og við höfum bara beint því til vettvangsstjórnar og lögreglu að vinna úr þeim málum og við þurfum svo bara að sjá hvað tímandi leiðir ljós. En þetta verður alltaf skeið í samráði við alla og í öryggi. En það er ljóst að Reykjanesskaginn er aldeilis að fá svakalega auglýsingu. Ja, klárlega og menn eru bara að vinna undirbúningsvinnu, búin að vera því frá því að þessi veira kom til okkar og mér sýnist nú öll að hún sé með okkur upp og niður og núna erum við komin í eina lægðina enn, vonandi verður hún ekki stór en ég held að ferðaþjónustan þurfi bara að vinna sína og vera tilbúin þegar allt fyrir í gang því að það fer mjög hratt í gang og það er mjög mikill áhugi og við erum með fallegt umhverfi hérna og við þurfum bara að vinna úr því. Það mætti ætla að Grindvíkingar væru ánægðir með athyglina og það kæmi sér vel fyrir rekstraraðili í bænum að fá gos. Við hittum veitingakonuna Höllu Svansdóttur sem var nýbúin að fá vondar COVID-fréttir þegar okkur bara garði. Halla veitingakona í Grindavík, hvernig hefur þetta svona birst ykkur í rekstrinum þessi mikla athygli á Grindavík og þessi gríðarlega traffík að koma að sjá gosið? Við náttúrulega finnum algjörlega fyrir traffíkinu, við erum náttúrulega hérna við aðalgötuna og við getum fylgst með að bílarnir sé að koma hérna alveg fullu inn í bæinn en maður finnur svo sem ekkert mikið fyrir að
þessi trafík sé að skila sér til okkar þannig vegna einstefnunum alltaf út úr bænum aftur sko. Þannig að maður væri svo sem alveg til að sjá hvernig það kæmi út að því eru breytt. Það hafa einhverju hugmyndi verið reifaðir í því eins og að ferja fólk kannski héðan úr bænum og inn að gönguleiðinni. Já, það væri sniðugt að sjá hvernig það kæmi út fyrir alla aðila hérna í Grindavík held ég. Já, það væri kannski eðlilegt að þeir sem eru með rekstur hérna og bæjarfélagið njóti þess eitthvað svona aukinni athygli. Já, það er náttúrulega, maður sér það er fólk að velta því fyrir sér hérna á netinu að skipta skoðanir það, þannig að ég held að myndu allir vilja sjá það gerast, sjá bara hvað kemur út af því. Ertu búin að fara sjálf að gosinu? Já, við fórum á laugardaginn. Þetta var náttúrulega bara ótrúlegt, magnað að koma þarna og svo ætla maðurinn minni að fara aftur í kvöld, langar að sjá þetta í ljósaskiptunum. Og svona jarðskjálftarnir og annað, þú býrð hérna nálægt svona það sem þú kannski fundið mest fyrir þeim af þeim sem búa í bæjarfélaginu, það ekki? Jú, algjörlega. En það er allan að hætti núna í bili, þannig að maður finnur allan að mun minna fyrir því núna. En þetta búið að vera, að einhverju leyti mjög skemmtilegi tímar, sko. Hvernig fannst þér svona Grindvíkingar taka því þegar gosi byrjaði svona, hvernig þetta búin að upplifa síðustu daga tóninn í fólkinu? Bara mjög vel, líka bara að því þetta kemur náttúrulega upp á þeim stað, þannig að fólk svona finnur að það sé ekkert óöruggt, sko. Þannig að það náttúrulega skiptir náttúrulega öllu, en já, mér finnst bara allir ótrúlega jákvæðir yfir þessu, þetta náttúrulega tækifæri að einhverju leyti ef rétt að farið. Og já, ég held að sé bara allir ótrúlega kátir með þetta og að fara einu sinni, tvisvar og þrisvar hérna upp að góðstöðum, sko. Tækifærið einmitt næsta spurning. Er þetta ekki gríðarleg framtíð tækifæri fyrir Grindavík og Reykjanesið í ferðaþjónustu og horfa menn ekki svona björtum augum á það? Jú, þetta er náttúrulega, það kemur dagur eftir þennan dag, það er alltaf þannig og það hefði verið rosalega gaman að sjá hvernig þetta væri ef allt flug væri í gangi og allt væri bara eðlilegt í þjóðfélaginu. Þá væri alveg gríðarlega gaman að sjá hvernig þetta kæmi út fyrir alla, ekki bara hér í Grindavík, heldur bara í næri umhverfinu, sko. Þannig að það eru mikil tækifæri og þá kemur COVID-inn og það er að trufla okkur enn meira og núna í dag, miðvikudag, þá eru verið að boða enn frekari hömlur og þetta er búið að vera erfitt ár hjá ykkur eða ekki? Jú, þetta er náttúrulega búið að vera ótrúlegir tímar, sko, en ekki það er náttúrulega hjálpa til, náttúrulega að ríkisstjórnin er að reyna að hjálpa og við höfum verið að reyna að nýta okkur þau tækifæri, en náttúrulega við erum bara hjá Höllu er sama hér og upp á velli, þannig að við höfum ekki fengið neina lokunarstyrki eða neitt svoleiðis, en þetta, svo sem ég segi, þetta er búið að vera ótrúlegt ár, sko, og þetta, já,